Já, bestu þakkir fyrir einkar fróðlegt erindi, Anna Þorbjörg. Og þá komið að skólastjóranum í salnum og það Hrönn Bergþórsdóttir, skólastjóri Víðistaðaskóla í Hafnarfirði. Og erindi hennar ber yfirskriftina Tryggjum góðum hlutum líf. Eða ekki að setja henni fallega mynd. Ég setja mynd. Viltu fá smá mynd? Já, þarna, já, auðvitað. Bara... Kemur þetta ekki bara yfir datt niður? Ég prófa að taka. Sko, flott. Taka hérna, þessa. Glæsilegt. Já, herra forseti og formaður Radda og stjórn Radda og aðrir góði gestir. Árið 1996 var hugmyndin stóru upplestrarkeppnina kynnt fyrir skólasamfélaginu í Hafnarfirði og satt að segja fannst mér þetta bara ljómandi góð hugmynd á þeim tíma. Ekki sá ég þá fyrir að þetta verkefni myndi hafa svona mikil áhrif land allt og ætti eftir að lifa góðu lífi í meira en 25 ár, eins og raunin hefur orðið. Stóra upplestrarkeppnin orðin að föstum þætti í starfi skólana land allt. Hún orðin að hefði í flestum skólum og sveitafélögum og setur svip á skólastarfið. Ég hef verið svo lánsöm að fá að koma að keppninu frá upphafi, fyrst sem kennari og síðar sem skólastjóri í Hafnarfirði og í stjórn Radda sem dómari víða land. Í Hafnarfirði hefur keppninu verið sýnd virðing frá upphafi og mikill metnaður hjá skólunum að nemendur standi sig vel og sýnir góðar framfarir í framsögn og tjáningu. Segja má að við í Hafnarfirði höfum notið góðs af því að Ingibjörg Einarsdóttir var starfsmaður á skrifstofu fræðslustjóra þegar keppnin var að fara á stað. Ingibjörg fylgdi keppninu mjög vel eftir frá upphafi sem hefur líkast til orðið til þess að hún formfastari hjá okkur en kannski víða. Í upphafi voru hátíðirnar ekki svona virðulegar eins og þær hafa orðið með tímanum, en stóra upplestrarkeppnin hefur þróast og áunnið sér virðingu sem henni sýnd með alúð og vönduðum undirbúningi. Árlega keppnin sett við hátíðlega athöfn á sal hvers grunnskóla þann 16. nóvember og nú seinni árin litla upplestrarkeppnin hjá 4. bekk einnig sett á stað þann sama dag. Það má til gamans geta þess að litla upplestrarkeppnin byggð á svipaðri hugmyndafræði og svo stóra. En sú hugmynd kom upp fyrir 11 árum hjá Ingibjörgu og fleiri að prófa þetta verkefni og voru skólarnir í Hafnarfirði þeir fyrstu sem tóku þátt í því. Síðan hefur litla upplestrarkeppnin einnig breiðst út landið og mikil ánægja með það verkefni. Í litlu upplestrarkeppninni lesa allir nemendur á lokahátíð fyrir foreldra og þar lesnir margs konar textar, ljóð og fleira, en ekki má gleyma hinum vinsæla talkór. Þessi viðburður vekur alltaf mikla ánægju hjá nemendum, foreldrum og skólafólki. Nemendur ánægðir og foreldrar stoltir og það kemur þeim gjarnan á óvart hversu vönduð dagskráin og hve vel börnin standa sig. Eftir að litla upplestrarkeppnin hóf göngu sína, höfum við tekið eftir að nemendur hæfari í upplestrinum í stóru upplestrarkeppninni. Það mætti segja að þjálfunin sem nemendur í 4. bekk fá við undirbúning litlu upplestrarkeppninnar skilaði sér áfram og þar byrji í raun undirbúningur undir stóru upplestrarkeppnina í 7. bekk. Lokahátíðirnar í Hafnarfirði hafa alltaf verið sérlega glæsilegar og það má meðal annars þakka henni Ingibjörg okkar sem hefur stýrt þeim hátíðum frá upphafi. Þangað forsetanum, mennta- og barnamálaráðherra, bæjarstjórunum og fleiri fyrirmönnum boði sem eykur á virðinguna fyrir upplestri nemenda og keppninni. Það skýr skilaboð til nemenda að upplestur skipti máli þegar hátíðarsalur fullur af áhugasömu fólki, foreldrum, kennurum, skólastjórnendum, nemendum og öðrum sem fylgjast með fullir áhuga komnir til að hlýða á vandaðan upplestur ungmenna sem keppa sín á milli.
Skólastjórar skólana í Hafnarfirði mæta alltaf allir stoltir af sínum nemendum sem komnir eru í úrslit. Það er ekki sjálfgefið að hægt sé að halda stórar hátíðir þar sem allir hlusta með athygli og allir klappa þegar það má. Í öllu þessu má ekki gleyma þætti kennara sem leggja metnað og alúð í kennsluna og undirbúning fyrir upplesturinn. Í þessu endurspeglast einkunnarorð keppninnar ánægja, vandvirkni og virðing. En það má segja að Ingibjörg sé andlit keppninnar út á við að minnstakosti hjá okkur í Hafnarfirði. Fyrir utan að halda námskeið fyrir kennaran okkar hefur hún verið dugleg að mæta á sem flestar keppnir í skólunum í Hafnarfirði, bæði í litlu og stóru upplestrakeppninni. Hún leggur áherslu á að halda forminu og að öll umgjörð keppninnar sé glæsileg og að þetta séu menningarhátíðir. En það er alltaf gaman að koma á hátíðir stóru upplestrakeppninnar og ég hef notið þess sem dómari að fara landið á keppnir í stórum sem smáum sveitafélögum. Allstaðar upplifir maður það sama. Metnaðum að gera vel og mikinn áhuga og gleði á þessum skemmtilegu stundum sem keppnirnar eru. Nemendur lesa upp fyrir áheyrendur og maður sér stolta foreldra og skólafólk fylgjast með úr sal. Margir foreldrar hafa komið til mín og hrósað keppninni og talað hve gaman það er að hlusta á fallegan upplestur texta og ljóða, bæði í litlu og stóru upplestarkeppninni. Ávinningurinn af þessu verkefni er margþættur og má þar nefna aukin virðing fyrir góðum upplestri og ljóðum og textum. Nemendur læra framsögn og tjáningu og átta sig frekar á hvaða vinna liggur að baki góðum upplestri. Nemendur læra líka að rýna í texta til að túlka hann á persónulegan hátt og kynnast fleiri höfundum og ljóðskáldum. Ég hef orðið vör við að nemendur hafi lært að meta ljóð betur og lesi meira af þeim eftir að hafa tekið þátt í keppninni. Og síðast en ekki síst, þá læra nemendur betur að njóta þess að hlusta á góða framsögn og upplestur. En hvað þurfum við að gera til að tryggja góðum hlutum líf? Sveitastjórnir þurfa að styðja við verkefnið og hafa ákveðin aðila til að halda utan keppnina í sveitafélaginu. Það þarf einnig að tryggja að stóra upplestrakeppnin sé hluti af læsistefnu sveitafélagsins. Skólastjórnendur þurfa að styðja við og gefa tíma fyrir verkefnið í skólastarfinu og styðja við kennarana í þjálfuninni. Kennarar þurfa að vanda til kennslunar og leggja alúð í verkefnið jafnt og þétt yfir æfingatímabilið. Það er mikilvægt að rækta verkefnið til að viðhalda því og bjóða áfram upp á námskeið fyrir kennara. Við þurfum að gæta þess að viðhalda stóru upplestrakeppninni og tryggja að hún haldi sessi með sama formi og það er mikilvægt að víkja ekki frá því. Við þurfum að vera meðvituð það. Því leið og við förum að breyta forminu og gefa eftir í reglum og framsetningu, þá er hætta á að verkefni breytist og fjari út. Ástæða þess að keppnin hefur haldið velli er meðal annars vegna þess að farið hefur verið eftir handbókinni, þar sem reglurnar eru skýrar og þeim er fylgt eftir af stjórnendum keppninar og skólastjórnendum hverjum í sínu skóla. En það þarf mikla vinnu, áhuga og hvatningu til að svona verkefni eins og stóra upplestrakeppnin lifi áfram og haldi stöðu sinni. Að hlusta á nemendur lesa texta fallega og af virðingu er ómetanlegt og að sjá stolta foreldra hlusta á börnin lesa er þess virði að gera allt til þess að styðja við áframhaldandi líf stóru upplestrakeppninnar til framtíðar. Takk fyrir.